skulum skoða hvernig formúlur jónaefna eru myndaðar þegar við vitum jónirnar. Höfum í huga að jónaefni eru kristallar úr milljónum jóna, þannig að við gefum ekki upp formúlu þeirra á sama hátt og við gefum upp formúlu sameinda. H2O til dæmis þýðir að í einni sameind eru nákvæmlega 2 H-atóm og 1 O-atóm, en formúla jónaefna gefur hlutföll. Það sem átt við því að formúla eins og NaF þýðir það jafn mikið af natrium plus jónum og F mínus jónum í því efni. Þetta er 1Na, 1F. Formúla eins og CaF2 þýðir að það er tvöfalt meira, 2F mínus jónir, fyrir hverja Ca plus 2 jón. Og svo framvegis, hlutvöllin geta verið ýmis konar, en þau gefa okkur upp hlutvöll. Ég gæti verið með kristall sem inniheldur 1.000.000 kalsíumjónir og þá eru 2 milljónir flúorjóna. Hlutfallið er alltaf það sama vegna þess að hleðslurnar ganga alltaf upp. Það er það sem einkennir jónaefnin. Hleðslurnar ganga alltaf upp eða stytta hvora aðra út. Bara segja ganga upp. Það sem átt við með því það er alltaf jafn mikið af plúshleðslum og mínusleðslum. Jafn mikið af plús og mínus hleðslum. Ef við skoðum formúlunar þarna ofan, NaF er búið til úr jón með 1 plus og jón með 1 mínus. Þannig að það skiptir ekki máli hvort ég er með 1 og 1 eða 1000 og 1000 eða 1.000.000 og 1.000.000. Það verður alltaf jafn mikið af plúsum og mínusum. CaF2 er búið til annars vegar jón sem hefur 2 plúsa og hins vegar jón sem hefur 1 mínus. Og til þess að þetta gangi upp, það þarf fyrir hverja plús 2 jón 2 jónir með 1 mínus. Þess vegna verður formúlan CaF2. Það er 2 F mínus jónir til þess að láta þessa 2 plúsa ganga upp. 2 plúsar draga til sín 2 mínusa. Ef ég væri með jón sem hefði 2 mínusa líka, eins og til dæmis S mínus 2, þá væri formúlan bara CaS, það væri 1 af hvoru. Og við skulum skoða í töflu hérna fyrir neðan nokkra mismunandi möguleika úr svona mismunandi jónum, hvernig við púslum saman þessum jónaefnum. Við erum hérna með Na plus, Ca plus 2, Al plus 3 og svo svona samsetta jón, þetta er sameindajón, NH4 plus. Þetta sem þýðir ég er með 1N, 4H og svo hafa þessi atóm samanlagt mist frá sér eina rafeind. Og hér er ég með Cl mínus, O mínus 2, N mínus 3 og aftur sameindajón SO4 mínus 2. Hér er svo 1S og 4O sem hafa tekið til sín 2 rafeindir samanlagt. Og tökum núna bara alla möguleikana, byrjum til dæmis bara á hérna Na og Cl. Na hefur 1 plus, Cl hefur 1 mínus. Þannig að til að púsla þeim rétt saman, þá var það bara 1 af hvorri. Plúsarnir og mínusarnir jafnast út. Ef við skoðum Ca plus 2 og Cl mínus, þá sjáum við að 2 plúsar þurfa 2 mínusa, svo getur 2 stykki af Cl til að þetta gangi upp.
Formúlan þarf að vera CaCl2. Fyrir ál sem plus 3 og Cl mínus þurfum við þá 3 stykki af mínusnum á móti þessum 3 plúsum. Svo formúlan verður AlCl3. Það eru 3 klórjónir á móti 1 áljón. Þessi NH4 plus, hún með 1 plus alveg eins og Na plus. Þannig að það verður 1 svoleiðis á móti 1 klórjón og formúlan verður NH4Cl. Tökum svo næstu röð þar sem við erum með -2. Núna hérna 1 plus frá Na og 2 mínusar. Þannig að nú þarf ég 2 stykki af Na. Það verður Na2O. 2 plúsar á móti 2 mínusum. Ca plus 2 og O minus 2 gengur upp. 2 plúsar, 2 mínusar. Þannig að formúlan bara CaO. 3 plúsar á móti 2 mínusum, þá þurfum við fleiri en 1 af báðum og ef við reiknum það aðeins út þá sjáum við að samnefnari hérna fyrir -2 og +3 er 6. Þannig að ef ég set 2 af álinu þá er ég með +6 samanlagt og 3 af óinu þá er það -6 samanlagt. Al2 og 3 gefur sem sagt 6 plúsa, 2 sinnum 3 og 3 sinnum 2 eða 6 mínusar líka. Þannig að aftur styttast út plúsar og mínusar. NH4 plus verður í sömu hlutföllum og Na2. En að því að þetta er svona sameindajón, þá fer hún í sviga. Það kemur svíi hérna utanum og stendur NH4 að því þarf 2 af henni. Svo kemur 2 fyrir utan sviga og svo O. Þess að formúlan er í sömu hlutföllum eins og fyrir Na. Munurinn er að við þurfum að setja sviga að því þetta er sameindajón. Í dæminu á undan þurfti ekki sviga af því að það var bara 1 stykki NH4. Ráðumst svo á næsta sem er með -3. Nú sjáum við hvernig reglan er búin að vera. 1 plus, 1 mínus, 2 plúsar fyrir 2 mínusa. En núna verða náttúrulega 3 plúsar, við þurfum 3 stykki Na3, N. Hér 2 plúsar á móti 3 mínusum verður mjög svipað og áðan þegar við vorum með öfugt 3 plúsa og 2 mínusa. Nú þurfum við þess að 3 stykki af Ca til þetta færi upp í 6 og 2 stykki af N. 3 sinnum 2 eru 6 plúsar og 2 sinnum 3 eru 6 mínusar. Álið er +3 og N-ið -3, það er bara jafnt. Þannig að það þarf 1 af hvoru til að það gangi upp, ALN. Og NH4 er í sömu hlutföllum og Na. Munurinn er bara svíin eins og aðan, því að það er 1 plús í því. Þannig að það verður NH4, 3 og N. Og svo erum við hérna með sameindajónina með -2 og það er þá kannski farin að sjá út alveg eins og með NH4 plus, þá gilda bara sömu reglur hér eins og með O-ið. Þannig að hérna fyrir Na þá þarf ég 2 stykki, Na2 og 1 SO4 stykki. Fyrir Ca sem er +2 eða bara jafnt, 1 af hvoru, +2 á móti -2. Þannig að það er CaSO4. Álið verður eins og hérna 2 ál og 3 SO4, þannig að nú kemur svíi
L2 og SO4 fer í sviga og 3 stykki af því og NH4 er með 1 plús, þannig að það þarf 2 svoleiðis, NH4 verður í sviga og 2 á eftir, en það þarf engan sviga fyrir SO4 því það er bara 1 svoleiðis stykki. NH4 inn í sviga 2, SO4. Þetta eru nú svona öll helstu dæmin sem það gætu komið upp fyrir svona efnaformúlur jónaefna og takið þið sérstaklega eftir að í öllum tilfellum er verið að para saman plúsjónir og mínusjónir, náttúrulega, við getum ekki para saman plús og plús eða mínus og mínus og líka það að í öllum efnaformúlunum, sama hvað við skoðum, eru engir plúsar eða mínusar sýndir. Við í sjálfu sér svona vitum af þeim, við vitum að efnin eru gerð úr plús og mínusjónum en við sýnum það ekki í formúlunni. Formúlan sýnir okkur bara hlutföllin af efnunum en ekki hleðslurnar.